Almannavarnir hafa fært viðbragð niður á hættustig vegna gossins sem hófst í nótt á Sundhnúksgígaröðinni. Talsverður kraftur enn í gosinu og sprungan hefur lengst til norðurs. Búist er við að Grindavík verði opnuð fyrir miðnætti. Lokunin þar hefur mælst illa fyrir meðal þeirra sem verið hafa í bænum. Veitingamaður þar segist tapa miklum fjárhæðum. 20 tróðust til bana við úthlutun hjálpargagna á Gaza í dag. Fleiri en 58.000 hafa nú verið drepin í árásum Ísraelshers þar. Ísrael réðst einnig á varnarmálaráðuneytið og höfuðstöðvar hersins í Sýrlandi. Strandveiðar verða bannaðar frá og með morgundeginum og engar nýjar aflaheimildir verða gefnar út. Frumvarp strandveiðar dagaði uppi við þinglok á mánudag. Mögnuð fjallasýn blasir við þeim sem hætta sér upp á nýjan útsýnispall sem í smíðum ofan Seyðisfjarðar. Baugur Bjóls trónir yfir firðinum í 650 metra hæð og á að verða tilbúin í haust. Komið þið sæl. Enn eitt eldgosið hófst á Reykjanesskaga skömmu fyrir klukkan 4 í nótt. Það 12. síðan 2021. Sprungan er vel á 3 kílómetra löng og nýtt hraun þekur meira en 3 ferkílómetra. Rýming gekk fumlaust í nótt. Áköf skjálftarinnar hófst upp úr miðnætti í nótt. Merki úr borholum HS Orku og merki frá ljósleiðurum sýndu skýr merki kvikuhlaup. Veðurstofan sagði líklegt að eldgos gæti hafist. Samhæfingarmiðstöð almannavarna var virkjuð skömmu fyrir 1:30 í nótt. Klukkan er núna að verða 4:30 að morgni og fyrir það bil hálftíma hófst eldgos hér á Sundhnúksgígaröðinni, annað eldgosið á þessu ári. Gossprungan eða öllu heldur sprungurnar eru taldar samtals rúmur 2,5 kílómetra að lengd. Sprungan er syðst rétt norðaustan við Stóra Skógfell og liggur í norðaustur upp á Kálfellsheiði. Flatarmál hraunsins í hádeginu nam 3,2 ferkílómetrum. Mesta hraunið hefur runnið austan megin við sprungurnar. Gossprunga í fyrri gosum á Sundhnúksgígaröðinni mun ekki hafa náð eins langt í norður eða minnstakosti ekki síðan í desember 2023. Kemur tilkynningum eittlitið, þá förum við bara í að rýma Grindavík og Svartsengisvæðið. Það gekk bara mjög vel. Þeim sem vinna í Grindavík var hleypt inn í bæinn í morgun. Bláa lónið var rýmt í nótt og öll hús í Grindavík. Þar var gist í 100.000. Einhverjir sem á ósáttir við að þurfa að fara? Það er svona kannski bara eðlileg mál samkvæmt að fólk hefur svona mismunandi skoðanir á því hvort að það eigi að rýma eða ekki, en þetta er ákvörðun sem við tökum og stöndum við hana. Þetta virkar ekkit sérstaklega stór atburður miðað við kannski fyrri atburðir sem hafa verið hérna til dæmis í fyrra. Nei, erfitt að segja samt sko. Þetta er eldgos, þannig að þau eru alltaf stór sko. Kristín Jónsdóttir, jarðskjálftafræðingur frá Veðurstofunni. Hvað geturðu sagt okkur stöðuna á þessu gosi núna? Það hefur dregið heilmikið úr gosvirkninni í dag og svona eftir klukkan 1 í dag þá sáum við svona alveg dramatist draga úr gosvirkninni og svo svona smám saman í dag hefur hægt og rólega dregið úr. Þannig að það er kannski svona þriðjungur af því sem var í nótt. En hvar að ykkar mati og hver er í raun og veru mesta hættan núna? Við erum fyrst og fremst núna að einbeita okkur að því að skoða gasvanna. Við höfum ekki miklar áhyggjur af hraunflæðinu og þannig að það er fyrst og fremst gasið sem kemur úr bæði kemur úr kvikunni og svo erum við líka, það eru gróðureldar hérna á svæðinu og það eru loftmengun sem berst vegna þeirra. Sem mun meira en áður, gasmengunin. Já. En er einhver hætta, því þú segist þið hefur ekki miklar áhyggjur af hraunrennslinu, en er hætta til staðar hraunrenni í átt að Svartsengi og að Grindavíkurvegi? Miða við staðsetninguna þessu gosi og svona ganginn í því, þá er það eitthvað sem við höfum ekki áhyggjur af. Allavega ekki í augnablikinu. Nei. En Kristín, við ætlum að biðja að hingra aðeins hérna og meðan við förum aðeins á vettvang, því Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður, og Bragi Valgeirsson, myndatökumaður, þau hafa verið við gosstöðvarnar og í Grindavík og víðar í allan dag. Eva Björk, hvernig hefur þetta blasað við ykkur?
Já, það virðist allavega sem að aðgerðir hérna hafi bara gengið nokkuð vel. Fólk eru auðvitað í ágætisæfingu og viðbragði, já, vel æft. Þetta eins og áður hefur komið á heppilegum stað, en það hafi auðvitað verið lokað inn í Grindavík og rýnt í Bláa lóninu. Það kannski svona brennur á fólki hvenær þessum lokunum verður aflétt og við heyrðum í Gunnari Skram, yfirlögregluþjón hjá lögreglunni á Suðurnesjum, hérna rétt fyrir fréttir. Við stefnum að því að geta opnað, allavega takmarkaða opnun inn í Grindavík og Svartsengisvæði. Hver eru næstu skrif hjá okkur? Hvað tekur við núna? Nú tekur bara við að fylgjast með og við erum náttúrulega með lokun að posta uppi á 3 aðkomuleiðum til Grindavíkur og síðan náttúrulega eftirlit bara með stöðu mála varðandi atburðinn sjálfan og svona fljótt á litið þá erum við að sjá draga verulega úr þessu eldgosi og þannig að það bara jákvætt og við vonum bara að þetta verði stutt í lokin Þú nefndir aðeins ferðamenn áðan, við rákumst á nokkra sem komast inn fyrir lokanir. Heldur það getur verið einhverja hættu þessir sem að lauma sér inn fyrir? Já, ef þeir eru á vissum stöðum, það ýmis hætta sem þarna til staðar og gasmengun og annað í lágum og annað. Og ég tala nú ekki ef að vindur stendur frá gosstöðunum og annað. Þannig að ég tel að það sé svona helsta hættan í augnablikinu. Sjáum við fram á að það verði fyrir miðnætti og þessum sólarhring að þið náðu að opna? Já, vonandi, get ég sagt. Já, vonandi sagðan, við fórum inn í Grindavík í dag. Þar höfðu íbúar sem að vinna þar heimild til að vera í bænum. Það var nú samt frekar tómlegt að lítast og fára ferli. En við kíktum inn á veitingahús og tókum einn veitingamann þar tali. Það náttúrulega lokað og ég veit ekkert hvernig það er opna. Það kemur ekkert frá þessum almannavörnum. Mér finnst þetta bara frekar kjánalegt hjá þeim. Þú veist, eldgosið eitthvað staðar lengst í burtu. Það er komið upp. Hér er ekkert að neinu, ekki loftgæði örugglega best á landinu. Engin nornahár og samt eru þau bara með loka. Ég átta mig bara ekki á yfirvöldum. Þið farið að miklum tekjum við þessar lokanir? Já, við töpum fullt af peningum. Það er bara einfalt. Við erum með gistingu hérna, við þurfum að endurgreiða það. Þú veist, það kemur ekkert frá almannavörnum. Þeir eru búin að vera að funda sem ég veit ekki hvenær. Þetta er þvílík ákvörðunarfælni hjá yfirvöldum. Ég bara skil ekkert í þessu. Eru þið þreytt á þessu viðvarandi ástandi? Já, ég er mjög þreyttur á þessu. Verður ekki bara að fara að hreinsa út eitthvað staðar hérna Veðurstofu og almannavörnum. Aðeins að sópa til. Það tekur engin ábyrgð á neinu. Það sem hefur fylgt gosunum hingað til og gerir líka í dag er að ferðamenn verða mjög forvitnir. Eðlilega margir kannski að sjá eldgos í fyrsta eða eina skipti í lífinu. Við höfum rekist á nokkra hérna bæði að fylgjast með úr örugri fjarlægð og aðrir sem hafa komist í gegnum lokanir. En fyrr í dag tókum við nokkra þeirra tali. It's pretty amazing. We haven't seen anything like it before. And did you know about this? No. Knew about volcanoes, but didn't know that it was erupting as we were landing. But you can't see very well now. We could see the lava over there. We could see some of the lava exploding, which was pretty cool. Never seen a live or active volcano, so it's like an opportunity, I think, once in a lifetime, for us at least. I hope it will be safe for everyone. That's the first issue, and I hope it will last so that more people can see it. Yeah. Do you have this kind of eruptions where you come from? No, I come from Poland, so nothing like that over there. 12 eldgos hafa orðið í Reykjaneseldum á 4,5 ári. Það byrjaði allt í Fagradalsfjalli eða í Geldingadölum eins og flestir muna 19. mars 2021. Rúmu ári síðar fór að gjósa í Meradölum og þriðja gosið var sumarið 2023 við Litla-Hrút. Svo kom stutt hlé fram í nóvember. Svo fór að krauma undir Svartsengi og 15 kílómetra kvikugangur myndaðist 10. nóvember undir Sundhnúksgígaröðinni. Fyrsta gosið varð rúmum mánuði síðar eða 18. desember og síðan hefur þetta haldið áfram. Í fyrra urðu 6 eldgos og á þessu ári gaus 1. apríl
og nýjasta eldgosið hófst í nótt. Kristín Jónsdóttir, þú ert ennþá hérna hjá okkur. Nú það ekki lengra síðan í gær að Veðurstofan sagði að í yfirliti að miðað við kvikusöfnun í Svartsengi að þá megi gera ráð fyrir að líkur á kvikuhlaupi og eldgosi aukist með haustinu. Þá spyrjum við okkur að því hvað breyttist og er þessi taktur í þessu að breytast? Það er auðvitað alveg hugsanlegt. Það sem við höfum verið að sjá frá síðasta gosi er kvikusöfnun í Svartsengi og við vorum vissulega komin upp í rúmmálum 20 milljón rúmmetrar sem var 75% af því sem fór í síðasta atburði og svona reynslan hefur sýnt okkur það að við erum frekar þarna nálægt 30 en ekki 20. En nú sem sagt virðist þessi þröskuldur vera miklu lægri og við erum að reikna hlutina á ólíka vegum, við erum að beita mismunandi aðferðafræði í þessum líkanagerðum. Og já, þannig að það er auðvitað alveg spurning sko með þennan langa gang sem að myndaðist síðast, hvort að hann hafi einhvern veginn breytt aðstæðum þarna og þessi í rauninni þurfi þá minna rúmmál til að komast að stað. En svo það er náttúrulega, við erum alltaf að reyna að lesa í náttúruna, það er líka eðlilegt að það sé komist stundum einhver svona enda En telur þú og teljið þið að þetta geti verið síðasta gosið á Sundhnúksgígaröðinni? Ég held að sé allt og snemmt að segja til það. Það sem við höfum séð í rauninni alveg frá 10. nóvember 2023 er bara, og í rauninni fyrir það frá því október 2023 er í rauninni bara stanslaust kvikuinnflæði inn undir Svartsengi og við höfum ekki séð neitt lát á því. Þannig að við þurfum bara aðeins að bíða og sjá hvað gerist svo í framhaldinu af þessu gosi. En rétt í lokin, hvað heldur þetta gos standi lengi með þetta gosið 1. apríl ástutt? Það var auðvitað mjög stutt, en það var náttúrulega heilmikið kvika sem fór, sko, í rauninni ferðaðist eftir ganginum og neðanjarðar til norðurs. Þannig að það var mjög mikið kvika sem var á ferðinni þar, þó gosið hafi verið lítið. Núna virtist aðgengi vera svona frekar greitt upp á við. Það er mjög erfitt að spá hvað þetta verður langt. Þetta gæti verið einhverju dagar, þú veist, hugsanlega vika, það er bara eitthvað sem erfitt að segja núna. Já. Kristín Jónsdóttir, takk enn eina ferðina fyrir að vera með okkur hérna í beinni útsendingu. Takk. En við erum ekki alveg sagt skilið við eldgosið og meira loftmengun sem tengist þessu gosi. Gildi brennisteinsdíoxíðs í innri Njarðvík var í morgun með því hæsta sem mælst hefur síðan eldgosahrinur á Reykjanesskaga hófst. Gasmengun vegna eldgos getur valdið ertingu í augum og öndunarfærum. Fólk er misviðkvæmt og sérstaklega þarf að gæta að ungum börnum, öldruðum og astmaveikum. Í morgun mældi styrkur brennisteinsdíoxíðs í andrúmslofti 6,284 mikrogrömm á rúmmetra í innri Njarðvík með því mesta sem hefur verið undanfarin ár. Gastoppurinn gekk þó niður á innan við klukkustund. Þótt slík mengun ógni jafnan ekki lífi fólks er mikilvægt að bregðast við háum gildum. Það er bara að halda sig innandyra, loka gluggum og slökkva á loftræstikerfum og vera ekki í mikilli áreynslu. Það er einfaldlega til þess að maður bara taki ekki meira loft en venjulega inn í lungun. Þannig að já, bara halda sig inni og halda sig rólegum. Og er nóg að loka bara gluggum? Getur þetta gas ekkert læðst inn? Það getur læðst inn, að sjálfsögðu, það er ekki allt alveg fullkomlega loftþétt, en þetta er spurning þá að tempra það og það mun ekki berast jafn fljótt inn og eins og ef gluggarnir væru opnir. Varast skal að handfjalla svokölluð nornahár sem berast frá gosstöðvum. Þau eru eins og litlar glernálar sem geta borist í munn og augu. Hlynur segir auðvelt að fylgjast með gasmengun á vefsíðunni loftgæði.is. Grænn litur þýðir góð loftgæði og rauður slæm. Hérna er til dæmis toppurinn sem kom í Njarðvík í morgun. Eins og sést þá færði hann sig yfir í rautt ástand í smá stund en var síðan fljótur að fara aftur og þessar tölur eru uppfærðar á tíminn að fresti. Er þetta hátala 6K? Já, þetta er töluvert hátala og sennilega bara eins og hæsta sem hefur mælst í þessari eldgosahrynu seinustu ára. Unglingarnir í vinnuskólanum í innri Njarðvík voru sendir heim í morgun. Já, við fengum e-mail bara í símann okkar og það stóð bara að við ættum að fara heim út á loftgæðunum. Já. En sko, hafið þið eitthvað fundið fyrir að loftgæðin séu slæm?
Nei, við sjáum það eiginlega bara meira heldur en við finnum fyrir því, við finnum eiginlega ekkert mikið á loftinu. Ætlið að hlýða tilmælunum að fara heim og loka gluggum? Já. Og þá til útlanda. Sýrlenska varnarmálaráðuneytið og höfuðstöðvar hersins voru meðal skotmarka í loftárásum Ísraels hers á Damaskus í Sýrlandi undanfarinn sólarhring. Tugir særðust í árásunum sem koma eftir hótanir stjórnvalda Ísrael hefndir láti Sýrland sér ekki af árásum sínum í suðurhluta landsins. Þar berst Sýrlandsher við Drúsa sem eru trúarminnihluti þar í landi. Á meðan halda árásir Ísraels hers áfram á Gaza. Þar létust 20 í morgun í troðningi við matarúthlutun. Umdeildu bandarísku samtökin GHF reka hjálparstöðina á suður Gaza. Þegar dreifi átti hjálpagögnum þaðan í morgun myndaðist mikill múgæsingur og troðningur. Einn var stunginn til bana og hið minnsta 20 dóu í troðningi. Fleiri þurftu að leita á sjúkrahús eftir troðningin. Þau eru mörg sem þekkja svíðandi sultin vel. Myndskið af einum 12 ára Mohammad var dreift víða fyrir nokkrum vikum en þar var hann að borða sand til að sæðja sárasta hungrið. En í dag fara allir dagar hjá fjölskyldu hans í að reyna að útvega sér næstu máltíð. بشوف إنه اليهود دخلوا علينا بقتلوا فينا بقتلوا في العالم بقتلوا في الأطفال بقتلوا فينا بتخطفوا فينا أنا بخاف من هذه الأشياء. أتمنى إنه يعني تخلص الحرب يتوفر من الأكل والشرب ندرس نتعلم نجتهد. 25 voru drepin í morgunsárið í loftárásum Ísraels hers á flóttamannabúðir í suðvesturhluta Gaza. Í hinum enda Gaza, norðurhlutanum, létust 4 þeirra á meðal 1 barn eftir drónaárás Ísraels hers á íbúðarhús í morgun. Hinn látnu bætast í sífellt fjölmannir hóp palestínumanna sem hafa týnt lífinu og heimaslóðum sínum á Gaza undanfarna mánuði. Fleiri en 58.000 hafa nú verið drepin, lang flest í árásum Ísraels hers. Á sama tíma í meira en 11.000 kílómetra fjarlægð í Bogota, höfuðborg Kólumbíu, funda fulltrúar yfir 30 landa, þar á meðal Spánar, Kína, Kólumbíu og Katar. Markmiðið er að þrýsta á að ákvarðanir alþjóðadómstóla verði virtar, meðal annars ólöglega handtöku Ísraels hers á Vesturbakkanum og hernaðinn á Gaza. Nos encontramos aquí no solo para deliberar, sino para actuar con claridad jurídica, ética y política ante uno de los desafíos morales más graves de nuestro tiempo, el sufrimiento del pueblo palestino. Fiskistofa hefur bannað strandveiðar frá og með morgundeginum og þar með óvíst að lofar ríkisstjórnarinnar 48 daga strandveiðar verði uppfyllt í sumar. Ekki stendur til að bæta við aflaheimildir strandveiðibáta. Við þinglok var ljóst að frumvarp sem átti að tryggja þetta tímabil myndi ekki nást í gegn en atvinnuvegaráðherra sagði fyrir nokkrum dögum að vera að leita leiða til að auka heimildir. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu enn verið að skoða þann möguleika. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kemur hingað til lands á morgun í stutta heimsókn. Til stendur að hún fari í skoðunarferð Grindavík þar sem hún kynnir sér starfsemi almannavarna og áfallaþol samfélagsins. Þá einnig í ráði að skoða varnargarðana við Svartsengi. Von der Leyen fundar svo síðdegis varnar- og öryggismál með forsætisráðherra og utanríkisráðherra á öryggissvæðinu á Keflavíkurflugvelli. Jarðfræðingar í Noregi fylgjast grannt með fjallinu Skarfjellet en óttast að stór skriða geti farið af stað. Óvenjumiklar hreyfingar eru á jarðveginum og margar litlar skriður hafa fallið síðustu daga. Skarfjellet 1790 metra hátt fjall í sveitarfélaginu Sunndal 450 kílómetrum norðvestur af höfuðborgin Oslo. Vinsælar gönguleiðir og útivistarsvæði eru við fjallið. Ef af verður þó talið að stóra skriðan falli á annarri hlið þess en fólk samt beðið að halda sig fjarri. Og jeg var klar over at fjellet beveget seg. Ja. Det var jeg klar over på forhånd. Så det er ikke noe nytt, da, men at det liksom begynte å røre på seg såpass som det har gjort i det siste, det var litt urolig det da. Ja, bekymringsfullt da. Det var 7 ras på samme dagen, og så var det sånn 4, 5, 6 på dagen før, som da var liksom, ja, det var kult. Vi ser jo det at det er noe stort som driver og sig. Det er fint turområde, utrolig fint landskap inni her. Du er ikke redd for å gå innover her nå som Skarsfjellet begynner å bevege seg? Nei. Dette står nok støtt, jeg tenker. Du har ikke noe tro på at det ramler i dag? Nei. Så er fjellene i Norge, men så har det som de står nå.
Það var sannkallað gjörningaveður á Vestfjörðum í morgun þar sem meira en 450 eldingar mældust. Þessar myndir voru teknar í Reykhólasveitinni í morgun. 3 línur Landsnets leystu tímabundið út vegna eldinganna og notendur á Vestfjörðum fengu rafmagn með varaafli. Þetta óvanalega ástand tengist hlýju og röku lofti sem verið hefur yfir landinu undanfarna daga. Nýr útsýnispallur hátt ofan Seyðisfjarðar farin að taka á sig mynd og skagar fram af fjallinu. Baugur Bjóls verður nýr ferðamannastaður á Austurlandi og eflaust vinsæll hjá farþegum skemmtiferðaskipa. Fjallið Bjólfur gnæfir yfir Seyðisfirði norðanverðum og á fjallsbrúninni stingur nývirkið fram nefinu. Útsýnispallurinn sést greinilega neðan úr bæ og ber við himinn. Þegar upp komið sést hvað Múlaþing að gera fyrir 160 milljóna króna styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. MVFA byggði undir stöðurnar í fyrrasumar og undirbýr nú að steypa sjálfan bauginn. Þetta hringur, eða Baugur Bjól sem 32 metrar þvermál. Þetta spennt í 2,5 mánum og undir hvorum aðeins 3 hundastöður. Svo eftir að leggja í þetta rör og kapla því að mannvirki á fáum undirstöðum og ber þetta fram á brúninni, þannig að það þarf að spenna mannvirkið, svona eftirspennt mannvirki og það verður gert svona þegar steypan komið með svona 80% styrk. Vegurinn upp að útsýnispallinum kapítuli út af fyrir sig, hann mjór og ósléttur malarvegur og þar haldast skaflar langt fram á sumar. Viðbúið að þar þurfi að moka til að þessi nýji ferðamannastaður verði vel aðgengilegur fyrirpart sumars. Síðasta sumar var aðeins hægt að vinna við pallin í 2 mánuði vegna þessa. Til þess að þetta gangi upp allt í okkur þurfum við að forvinna sem mest og öll mót hefur við smíðað niður í byggð í einingæðismiðju sem við rekum í Fellabæ og sama hefur við gert með járnin, þannig að þau eru bara híft út að raða saman. Hér á milli undirstað á fluginu sem yfir bænum brúninni, bæjarbrúninni, þar yfir 20 metrar á milli og þess þegar við erum búin að spenna mannvirki þá verður þessi undirstáttur allir fjallagur, þannig að þetta mun svífa hér yfir brúninni. Hér erum við 650 metra hæð yfir sjávarmálið sem gerir framkvæmdatímann mjög stuttan. Ef að veður verður okkur skaplegt eins og búið að vera núna síðustu vikur og þá ætti það allt að ganga upp. Gátum verið fram í ágúst í fyrra, erum vonandi geta verið út september í ár og lokið framkvæmdum. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun útlit fyrir fremur hæga suðaustlæga eða breytilega vindátt. Þurrt og bjart verður á Austurlandi en annars skýjað með köflum og skúrir, jafnvel kröftugar dembur norðvestan til. Áfram verður hlýtt, einkum norðaustan til. En við förum nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Áttalega úrslit Evrópumótsins í fótbolta hófust í Sviss í dag þegar Noregur og Ítalía mættust í Genf. England og Svíþjóð mætast á morgun en sömu lið mættust í undanúrslitum síðasta Evrópumóts. Liðsheild gegn sterkum einstaklingum, segir leikmaður Svíþjóðar. Og Víkingur býr sig undir síðari leiksinn gegn Malísjeva frá Kosovo í forkeppni sambandsdeildarinnar á morgun. Þessi Evrópuleikir, þetta skapar góða stundir og minningar bara fyrir allt Víkingsamfélagið. Íþróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fréttatíma að almannavarnir hafa fært viðbragð niður á hættustig vegna gossins sem hófst í nótt á Sundhnúksgígaröðinni. Talsverður kraftur enn í gosinu og sprungan hefur lengst til norðurs. Búist við að Grindavík verði opnuð fyrir miðnætti. Lokunin þar hefur mælst illa fyrir meðal þeirra sem verið hafa í bænum. Veitingamaður þar segist tapa miklum fjárhæðum. 20 tróðust til bana við úthlutun hjálpargagna á Gaza í dag. Fleiri en 58.000 hafa nú verið drepin í árásum Ísraels hers þar. Ísrael réðst einnig á varnarmálaráðuneytið og höfuðstöðvar hersins í Sýrlandi. Strandveiðar verða bannaðar frá og með morgundeginum og engar nýjar aflaheimildir verða gefnar út. Frumvarp strandveiðar dagaði uppi við þinglok á mánudag. Mögnuð fjallasýn blasir við þeim sem hætta sér upp á nýjan útsýnispall sem í smíðum ofan Seyðisfjarðar. Baugur Bjóls trónir yfir firðinum í 650 metra hæð og á að vera tilbúin næsta haust. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttatími í útvarpinu núna klukkan 10. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En fréttastofan takkar ykkur samfylgdina þessum þessum degi. Verið sæl.
Sumarið er tíminn og framundan er Íslandsmótið í golfi á Hvaleyrarvelli í Hafnarfirði, þar sem okkar færasta fólk sýnir sín bestu tilþrif. RÚV verður að